Já, það stund liðin síðan við fjölluðum síðast fjölmiðla hér við Rauðaborðið. Vorum með vikulega umfjöllun hér sennilega misseri skeiðið eða svo. En þýðir nú ekki að við höfum mist allan áhuga á fjölmiðlun, þvert á móti. Þið kannski urðu vör við það á föstudaginn síðasta, það voru uppsagnir hjá Sýn og bréfin þar í frjálsu falli. Það hriktir í stóðum jafnvel stærstu fjölmiðlana á Íslandi og mörgum finnst eins og að það sé nú ekki nóg að gert. Það þurfi aðeins róttækari breytingar heldur en stjórnvöld hafa verið að boða. Svo líka smá átökum samband blaðamanna og almannatengla og sitthvað sem vert að ræða og gestur fjölmiðla hornsins í dag góður, býr yfir mikilli reynslu fyrir fréttastjóri Ríkisútvarpsins Óðinn Jónsson. Vertu velkominn, Óðinn. Takk fyrir. Ég tekið eftir því að þú hefur ég held mér að hafi bara sagt einhvers staðar sjálfur að þú hefur svolítið haldið aftur að þér í svona gagnrýninni umræðu fjölmiðlun en núna eitthvað sem að segja þér að þú verður að láta að þér kveða og þú hefur svolítið verið að tjá þig þessi mál. Ef við að byrja á því að ræða aðeins, ég nefndi Sýn. Já. Stóru fjölmiðlarnir okkar, Mogginn og Sýn. Þau náttúrulega voru ósátt við þessa fjölmiðlunarstyrki að fá aðeins minna þau hafa haft og svona. Já. En aðrir segja í stóra samhenginu skipti 15 milljónir litlu máli. Menn ræða Ríkisútvarpið og stöðu Ríkisútvarpsins í tengslu við þetta allt saman eðlilega. Ég ætla nú að byrja bara á lítilli spurningu. Ef þú værir menntamálaráðherra, værir þú með einhverja tillögur eða sem sagt einhverja breytingar sem þú myndir leggja á borðið sem ekki verið að ræða núna? Þetta nú ekki lítil spurning, Björn. Nei, þetta var grín, sko. Já, það erfitt að gefa einfalt eða stutt svar við þessu. En þú hefur mikinn tíma til að svara þessari spurningu. Já, það mjög gott og það nú kosturinn við þennan þátt að maður fær aldeilis gott pláss til að ræða hlutina. En svona til þess að þjappa því saman svona í stutt svar þá myndi ég segja að það væri kannski mikilvægast að ráðherra afli sér þekkingar á greininni hjá þeim sem starfa þar. Já. Og þá ég ekki bara að tala þá sem reka miðlana og alltaf að leita rekstrafé eða svara hérna stóru spurningum arðsemi eða hlutabréfin og svo framvegis, heldur líka bara til fagmanna í stéttinni. Já. Margir þeirra eru nú reyndar komin til annarra starfa, þeir sem kannski eru með mikla þekkingu. Já. Eða hafa horfið úr greinin eins og sagt Einmitt. Þó eru alltaf einhverjir þarna innanum sem hafa mikla reynslu og geta allavega sagt hvað þeim þykir þetta. Mér svolítið skorta stjórnvöld og ekki þessi núverandi stjórnendur, bara stjórnir á öllum tímum hafi svona reynt að skilja eðli þessar starfa. Og það til dæmis ekki hlutverk fjölmiðla endilega að halda einhverju sveitafélagi í byggðu eða eitthvað annað hlutverk eða vera málpípa einhverja stórgrossera á einhverjum sérstökum atvinnusviðum. Fjölmiðlun eða blaðamennska skulum við segja sá hluti sem við erum að tala snýst að þjóna almenningi og almannasjónarmiðum, hagsmunum almennings, ekki sérhagsmunum. Nei. En mér finnst það hlutverk það hlutverk svolítið að láta undan núna, finnst mér. Já. Stórir fjölmiðlar í eigu mikilla fyrirtækjablokka eða hagsmunaafla eða sem hliðarekstur við það að reka símafyrirtæki. Þetta náttúrulega ekki gott. Nei. Og það sést bara á öllu. Ramminn utan á Ríkisútvarpið mjög óljós. Og ég held að það væri miskusti hluti af minni ráðgjöf, það væri að fara betur yfir það hvað Ríkisútvarpið á að gera við þessar aðstæður. Já. Sko ein leiðin væri auðvitað og ég myndi segja að viðkomandi ráðherra það, ég meina hann þarf að velja hann á milli leiða. Það annarkvort að stór efla Ríkisútvarpið
og ráða bara Björn Þorláksson og Kó bara á Ríkisútvarpið til að vera með alls konar þætti þar og segja bara við erum 400.000 manna samfélag, við þurfum ekki marga stóra fjölmiðla við bara viðurkennum það, við bara eflum Ríkisútvarpið og þetta náttúrulega þætti nú kannski ekki mjög nútímaleg tillaga í dag og þá hinn leiðin sem er náttúrulega farsæll að mínu viti, það er að takmarka Ríkisútvarpið við eitthvað megin hlutverk og reyna að stuðla að með einhverjum hætti, ekki kannski ríkisaðskipti séu kannski ekki leiðin en einhverja síðu, það er hægt að kalla með til samtals, er ekki hægt að ná fram einhverju meiri skipulagsbreytingum á fjölmiðlasviðinu á í einkahlutanum og það eru gríðarlega hræringar á Norðurlöndum allstaðar það er stórar fjölmiðlablokkir að kaupa litla miðla kaupa staðarmiðla og svo framvegis til hvers? Jú, til þess að ná fram þessari rekstra hagkvæmni til að nýta sameiginlega sjóði, þá er ég að meina sjóði í þekkingu, tækni, fréttabanka og allt það sem þarf til að reka fjölmiðla í dag. Þeir eru allir áskrifundur að einhverjum fréttaveitum og svo framvegis. Þannig að fjölmiðlar í Skandinavíu eru að færast á færri hendur. Færri hendur, stærri blokkir. Af hverju? Vegna þess að það er við ofurafl að etja sem eru samfélagsmiðlarnir og efnisveiturnar sem eru meira og minna í amerískri eigu eða kínverskri. Já. Og sú þróun er bara á fleygiferð að það eru ofboðslega stóri risar að gleypa þetta allt saman. Og þú þarft ekki að fletta, ég er áskrifandi af New York Times og maður þarf ekki að fletta mörgum greinum til að sjá bara auglýsingar frá íslenskum fyrirtækjum allstað þar innanum og þetta er mjög ankannalegt að sjá auglýsingar frá bönkunum, íslensku bönkunum þarna inni en það eru ekki kannski í íslensku miðlunum sem eru þó að reyna að skrifa á íslensku. Hvað meinar fólk með því þegar það segir að það sé mikilvægt að við tölum íslensku og hér sé íslensk menning áfram, hún er á bara hverjanda hveli við þessar aðstæður. Og það á að vera megin hlutverk stjórnvalda að huga að íslenskri menningu og þörf almennings á góðum, vönduðum upplýsingum. Já. Auðveldasta leiðin er að styrkja Ríkisútvarpið. Það svona blasir helst við af því að það er líka í eigu ríkisins. En það þarf hins vegar að viðurkenna í leiðinni að Ríkisútvarpið eitt á þessum markaði yrði mjög vondur miðill. Það þarf aðhald, það þarf samkeppni, það þarf önnur sjónamið, það þarf gagnrýni frá öðrum fjölmiðlum, frá öflum samfélagsins til þess að standa í lappirnar og verða til gagns. Já, ég er með þessa gamaldags skoðun á Ríkisútvarpinu að til dæmis Rás 1 sem oft hefur verið talað að væri svona síst bundin á markaðslögmálum að eiginlega bara öll starfsemi Ríkisútvarpsins ætti aldrei að velta fyrir sér markaðsmálum. Að það ætti bara að vera næg kunnátta innan hús og fólk sem að svona lítur til samhengis og fólk sem lítur til þess að af því að hinir fjölmiðlarnir eru á markaði og eru háðir því að efnið þeirra verði vinsælt að þá sé þetta stóra tækifæri í Ríkisútvarpsins að þurfa ekki að velta því fyrir sér hvort fjölmiðlinn lifir, deyr, dafnar eða veikist með því efni sem er verið að spila bara að hinir sönnu almannahagsmunir án markaðs hugsunar séu í öndvegi. Já, þetta er útópían. Ég með þegar þetta er það sem að Rás 1 ætti að standa utan það er efni sem það hefur að bjóða en ekki að láta markaðinn stýra því hvað er í boði og hvernig. Samtenging rásana á auglýsingatímum er afl fyrir markaðstildina til að ná í peninga. Sjáu við erum að báða hlustendahópana á Rás 1 og Rás 2 en við erum með sameiginlegar auglýsingar. Í þessu
mikið verðmæti, getum við sagt. En leið þá fær hlustandi Rásar 1 ekki þann frið sem honum lofaður raunverulega. Sko, og var hugsunin, held ég, allra einhver tíman og á að vera. Men eru bara orðnir svo daufir gagnvart þessu. Markaðsdeild Ríkisútvarpsins mjög valdamikil og hefur alltaf verið það. Já. Alltaf verið það. Já. Og ég sé nú ekki merki að það sé að breytast. Það réttlæta menn auðvitað með því að það sé verið að draga úr fjárveitingum eða framlögum til stofnunarinnar og það þurfa að sækja sér eigið fé og svo framvegis. En menn fara ansi gist í þeirri sókn. Já. Og hömlu lítið, getur við sagt. Sáttin Ríkisútvarpið hlýtur að miklu leitið að byggja á því efni sem að Ríkisútvarpið flytur okkur. Og ef Ríkisútvarpið meir og minna að gera það sama og einkareknir miðlar að gera og kannski ekki betur og ekki með öðrum hætti, þá náttúrulega þá víkkar gjáin. Það er nefnilega það. En sko, það miklu oftar talað Ríkisútvarpið í samhengi bara við svona rekstrarlegt umfang á sviðinu með einkamiðlunum. Að það sé verið að taka eitthvað frá einkamiðlunum, rekstrafé, eða það sé verið að soga til sín auglýsingar, það ekki þetta sagt. Umræðin ætti auðvitað að snúast hlutverkið. Hvað er Ríkisútvarpið að bjóða? Og réttlætingin, svo þú segir réttilega, fyrir tilveru þess á tímum fjölbreytilegrar fjölmiðlunar og bara akkurat þetta. Sérstaðan menningarhlutverkið, varðveisla og efling tungunar og svo að tryggja að í öllum landshornum hafi menn aðgang að góðum fréttaefni og svo framvegis og góður í umræðu og svo víðari. Og svo getum við farið út í svona hugtök eins og blæ að mann finnst alltaf að Ríkisútvarpið ætti að vera svona frekar kyrrt og tala skýrt og hafa í huga að það heyrnardaufur aldraður einstaklingur sem að borgar nefskatt. Og sem sagt mér finnst alltaf að Ríkisútvarpið þurfi starfsfólkið á morgnana, það þurfi að minna sig á það að það ekki að vinna á bara einhverjum markaðsfjölmiðli með belti og axlabönd af því að það koma peningar úr ríkiskassanum og það koma milljarðar í gegnum auglýsingafé sem að sumpart nú bara ekki hægt að klúðra, svo maður orðið það nú bara reynt. Að ég segi eins og þú, ég sakna þessarar umræðu. Já, það náttúrulega bara augljóst og það kannski það sem þú ert að vísa til að ég sé stundum að rísa upp afturlappirnar og segja eitthvað stuttlega þetta á samfélagsmiðlum eða hvar það eða í einhverjum selskap með fólki að sko, maður verður auðvitað áþreifanlega var við að fjölmiðlun, gæði, blaðamennsku, fréttamennsku, framsetning, dagskrárgerð í útvarpi, sjónvarpi, hvernig hún unnin og svo framvegis, hvernig menn koma fram, hvernig menn tala og svo framvegis. Þetta náttúrulega í skötu líki orðið og þetta einhvern veginn að færast og meir út á jaðarinn og það eru allir orðnir náttúrulega einhvers konar bara sérskipaði sérfræðingar með sitt hlaðvarp og það sem menn bara tala út í eitt og gott og vel, sumt vel gert og annað það bara alls ekki, sko. Má setja spurningamerki við hvað Ríkisútvarpið hleður miklu efni á vefinn og er í beinni samkeppni við einkamarkaðinn þar? Ég hef ekki síst gert það, sko. Eftir að ég fór að vinna við einkamiðil, við FF7, það blaðamaður ennþá í hlutastarfi, að þá auðvitað skýrðist þetta miklu betur fyrir manni. Sko, meðan maður vinnur á Ríkisútvarpinu þá það bara sko, bara full force áfram. Þú veist, þú vilt bara ráða og sem mestu og dreifa sem mestu og birta sem mest og svo framvegis og þar að ekki var náttúrulega mínum tíma var netið náttúrulega ekki komið eins langt eins og núna. Nei. Og mér þykir þetta sko þróun þess hafa verið mjög hæg hjá Ríkisútvarpinu síðan. En það hefur fæst í aukana að
að endurskrifa eða skrifa upp viðtöl og heilu þættina bara og birta sem texta þann inni. Já. Og menn geta auðvitað sagt sko, já, ég meina það hægt að gera þetta, er þetta ekki bara þjónusta? Og svarið við því þetta, jú, auðvitað er þetta þjónusta. En þá verða menn að taka þessa ákvörðun og það er það sem ég var að nefna áðan með ráðherra viðtalið sko, að það þarf að hafa einhvern að ramma utan með þetta. Og ef þú skoða lögin Ríkisútvarpið, þá er í fyrsta sæti að það skuli reka sjónvarp, stöð eða verður með sjónvarsútsendingu og 2 hljóðvarpsrásir. Og svo kemur einhverstað neðar, ef ég mann rétt, sko að það megi vera með vef, miðla efni sín og vefnum. Já. Það er ekkert útfært nánar í lögunum. Nei. En þarna vantar útfærslu og þetta er mikil umræða á Norðurlöndum. Hversu rúmfrekir ríkismiðlarnir eiga að vera á þessu vettvangi. Og það sjónarmið hefur fengið mikinn byr og ég það gildir í Svíð og það er minna í Danmörku og Noregi en það gildir í Svíð og að það er reynt að takmarka textabyrtingar en það er hins vegar mikið byrt af sem sagt viðkomandi þáttaklippum og sýnishornum úr einhverjum þáttum og þátturinn sjálfur og svo framvegis og þú getur hlustað á þetta. Og af hverju? Jú, vegna þess að þarna er hugsunin svo að það eru einkamiðlar þarna úti sem að hafa það sem sérsvið að vinna texta og þeir ríkir á ekki að fara inn á þennan vettvang líka. Nei. Drepa dagblöðin sem sagt. En þetta er mjög stór spurning sem að mér finnst fáránlega lítil umræðum. Já. Að Ríkisútvarpið bara birtir þennan texta og gott og vel, ef menn vilja hafa þetta svoleiðis, þá náttúrulega bara hætta aðrir að gera þetta. Já. Sko, ef að hægt er að nálgast þetta allt hjá bara undir merkjum Ríkisútvarpsins, gott og vel, viljum við búa í þannig landi? Nei. Og ég sakna umræðum þetta. Þetta kannski virkar eins og þetta sé tæknilegt, eitthvað spursmál og leiðilegt. Af því þetta er hægt að þá eigi að gera þetta. Já. Ég held að það sé miklu frekar að segja sko, hversu mikið eigum við að gera. Og líka blásið upp mikil umræða núna. Það verður þá frekar einkamiðlandi notuðu vitnuð í RÚV og skrifuð upp úr svona texta og túlkuðu hann með sínum hætti. Það verður líka blásið upp mikil umræða núna síðustu daga sko Rás 2. Já. Finnst þér að Ríkisútvarpið þurfi að hafa Rás 2? Dramatískt þögn. Nei. Mín skoðun er svo núna að Ríkisútvarpinu dygði ein hljóðvarpsrás til að sinna sínu hlutverki þá vel með minni endurtekningum og meira frumsamdu efni og það ætti alveg að duga. Við erum með tónlistar, við erum með aðgang að alls konar tónlist í gegnum efnisveitur og það er bara staða sem er komin og verður enn öflugri þegar framlíða stundir og þegar mín kynslóð er orðin mjög gömul og heyrnardauf eins og þú varst að lýsa þá mun hún nota þessar efnisveitur til að spila sína bítlamúsík eða hvað það er sko. Já. En tækniumbreytingarnar hafi orðið slíkara. Já. Og það þarf ekki að ríkisrekstur utanum Rás 2 að mínu viti. Nei. Við getum haft Óla Pall á Rás 1 og fleiri góða dagskrárgerð sem er á Rás 2 sannarlega. Já. Hún getur bara verið á Rás 1. Já. Og Rás 1 er uppfull hins vegar af endurtekningum, endurtekni þættir, heilan laugardagsmorgunum daginn var ég að keyra út í sveit og það voru bara endurtekni þættir. Já, þetta er bara sorglegt. Alveg bara fram að held ég bara, ég voni þessi ekki íkja mikið sko. Og það alveg fram að hvaða vikulókunum.
sagði einhver við mig að það væri svo komið að fólk væri hissa ef ekki væri endurflutningur. Já, þetta mjög sorglegt en þeir segja, já, þetta bara þjónusta við hlustendur að þeir geta nálgast þetta, það náttúrulega bjánaleg skýring vegna þess að þjónustan náttúrulega þá á netinu, þú getur bara sótt hennar þátt á netið. Fyrir þá sem ekki góðir í að nota netið, þá svo sem alveg rétt að það má alveg endurtaka eitthvað af þessu. Já. Og það enginn að segja að mig engan þátt endurtaka, ég alls ekki að halda því fram. Nei. Ég sammála en á góðum tímum eins og laugardagsmorgnum eða eitthvað slíkt, þá áður náttúrulega allt efni að vera frumflutt. Það styrkur útvarpsins og menn ekki að nota styrk útvarpsins. Nei. Hann útvarpið marga veikleika, þetta bara líður hjá, ekki satt. Þú getur ekkert flett upp í útvarpinu nema að fara aftur inn á netið eitthvað slíkt. En styrkurinn stundin sem þetta fer fram á. Og vera að hlusta á einhverja þætti sem að fjalla einhvern efni sem orðið úrelt kannski að einhver leyti og svo framvegis í beinni bara vont í miklu mæli. Ég held þessi líka sammála með Rás 2 að svona í árdaga þá var hlutverk hennar miklu meira heldur en það í dag. Mikið fagnaðarefni þegar hún var stofnuð. Mikið fagnaðarefni. Og Stefán Jón Hafstein og fleiri breyttu íslensku útvarpi. Heldur betur því að það var bein viðbót við dagskrána eins og hún hefði verið. En nú hann stjórnarformaður RÚV. Hann stjórnarformaður RÚV. Nú getur hann breytt einhverju, kannski. Mögulega. En ég held að það kunna vera rétt að Rás 2 spili aðeins meira af íslensku efni heldur en aðra stöðvar. Ekki að flytja þá Rás 1? Já, einmitt. En fyrir utan þau frekar veikurök þá ef ég hlusta á Rás 2 þá ég ekki að fá neitt sérstaklega þar sem ég gæti ekki fengið. Ég vil nú samt taka frambjöld það ekkert kappsmál að minni hálfu að leggja niður Rás 2 og það ekki það brýnasta í umbreytingu íslenska fjölmiðlunar. Nei, en nú erum við samt af því að ég myndist þarna á vandan hjá sín að jafnvel þegar stærstu fjölmiðlarnir hriktir í þeim það getur rétt ímyndað hvernig það með minni fjölmiðlana. Það nú eiginlega bara einn dagur í einu og við erum að tala um stöðu blaðamennskunar og við tala um mikilvægi blaðamennskunar og fjölmiðlunar að það eru til alveg kolsvartar sviðsmyndir ef ekkert að gert á tiltölulega stuttum tíma. Ég ætla líka að aðeins að rukka þig skoðun þína á ríkisútvarpinu og auglýsingamarkaði. Ertu í hópi þeirra sem að segja já, við verum að taka RÚV af auglýsingamarkaði eða stór minnka áhersluna þar vegna þess að þótt það sé rétt að erlendar efnisveitur tæki mikið, þá þetta samt svona liður í friðarsamkomulagi við einkarekna fjölmiðla. Ekki bara það, þetta liður í því að Ríkisútvarpið sinni sínu mikilvæga hlutverki í menningu þessa lands, upplýsingu þessa lands, að það sé drifið áfram af faglegum ástæðum og með faglega kröfur á bakinu fremur en að elta bara peningana. Það á ekki að sýna Eurovision, vera með Eurovision af því að Eurovision afli svo mikill að tekna. Nei. Eða vera með einhverju kappleiki eða íþróttamót bara af því að það svo rosalega tekjur sem fylgja þeim. Það væri rök einkarekinna sjónvarpsstöðva. Það væri rök einkarekinna sjónvarpsstöðva. En þetta því miður sjónarmið sem of ríkt við rekstur Ríkisútvarpsins. Og hefur alltaf verið. Og ég sem gamalt fréttastjóri veit bara og get staðfest að þetta fann maður oft fyrir, þetta eru félagamanns, þú vinnur með þessu fólki og góðir félagamanns, en þú finnur auðvitað í mörgum tilliti, það auðvitað veggur á milli fréttastofu og markaðsdeildarinnar, en þú finnur þegar þú hittir þína félaga á stjórnarfundum eða hvað það að þá finnum að þessi sjónarmið eru alltaf á borðinu, einhvern veginn. Að það verði að geta svona og svona af því að það er auðveldast að ná í auglýsingar með því móti. Og ég held að það sé komin tímabreytingar og það er ekki næg ástæða að óttinn við það að þetta fari allt til útlanda. Nei. Þetta að fara til útlanda og farið til útlanda.
og einkamiðlarnir í vanda núna af því að þeir hafa verið mjög markaðsmiðaðir og nú fá þeir ekki þessar auglýsingar af því að þær eru farnar í efnisveitunar og svo ég bara nefni einhvern banka bara, Íslandsbanki auglýsir bara, þú veist, í gegnum einhver Google veitu eða eitthvað frekar en að setja auglýsinguna í sjónvarpið hjá sín og einkamiðlarnir standa eins og við sín stendur alltaf ber strípa núna af því að þessi stefna er að fjara undan þeim en þeir eru með fréttir á Vísi sem er bara án áskrifta það er ekki að borga fyrir neitt og þeir hafa verið svona eitthvað hikandi með þróunina á stöð 2 opnað og lokað og svo framvegis það gerist ekkert nýtt þar það svona fækkar fólkinu smám saman það er ennþá mjög gott fólk að skrifa í Vísi og stöð 2 og fínir fagmenn sem eiga bara betra skilið og mér finnst vanta og það er það sem ráðherrann getur líka gert það vantar líka meiri kröfur til þeirra sem reka einkamiðla þetta er almanna útvarp, þetta er opið útvarp til dæmis og það er bara ábyrgð sem má fylgja því og hvað eru þið að gera? Hvað er þið að gera til að sinna ykkar almannahlutverki? Eru þið að miðla góðu efni? Er það bara einhver fyrirtæki sem kaupa þetta og kosta? Er einhver reglu sem gilda val á efni? Eða er það bara einhver fyrirtæki út í bæ sem og auglýsendur sem er að velja þetta? Þetta almenning varðar þetta. En sér einhverju umræðu þetta? Mjög litla en mér ef maður nefnir að bylgjan sé stöðnu þá bara móðgast einhver mjög lítil umræða einmitt eins og þú segir en mér dettur í hug til dæmis að þessi fjölmiðil sem ég starfa á Samstöðin hafi geta orðið til vegna þess að aðrir hafa svolítið vanrækt kannski svona ákveðin hlutverk sem almenningur vill hafa á dagskrá. En þið rekið þetta á logandi hugsjónum einum og þær brenna upp. Já. Menn hafa ekki sko bara þrek. Nei, það er einhverjir menn, einhver 1, 2, 3, 4 sem eru svona að byrja og hafa mikið afl en við vitum það að ef að rekstur á að ganga til langs tíma að þá þarf miklu meira öryggi í honum og fastar tekjur miklu tryggari og meiri heldur núna er. Já, það er stór hætta því að fólk brenni upp og ég er á sammálaður í því og við erum mjög hugsi hér yfir framhaldinu en sko, mér langar að þá draga kannski saman aðeins af því sem við höfum verið að ræða RÚV áður en við förum í annað að þínu viti þá ættum við semst að leggja niður Rás 2 vera með Rás 1 við ættum að breyta dagskrárgerðinni og svona gera hana meira aktúel og fylla upp í göt sem að markaðurinn getur ekki eða vill ekki sinna ættu út af auglýsingamarkaði og ættu þá bara fjárlög Ríkisútvarpið bara að vera fjárlögum. Nei, ég sagði ekki að RÚV ætti að fara af auglýsingamarkaði en það væri í það minnsta hægt að byrja á að takmarka. Ég held að það sé ekki gott að kippa því algjörlega í burtu í einu vettvangi, ég held að það sé alls ekki gott. Ok, takmörkun þar en ætti þá RÚV hvað með nefskattin? Ætti RÚV að fara bara fjárlög og myndi það vera svona hluti af sáttinni sem við erum svolítið að leita að og við finnum ekki sko? Ég ætla ekki að svara þessari spurningu hvað felst í sáttinni sérstaklega, ég held að sáttin eigi aðeins og ég sagði áðan eigi að snúast það að Ríkisútvarpið sé að sinna grunn þjónustunni betur en það gerir núna og láti aðra svona markaðskaplupið og ég held að fjármögnun RÚV eigi að ríkið á að leggja sitt að mörkum þar það er hlutverk ríkisins að sinna þessu að hafa hald út þessum fjölmiðli en það er ekki fyrirtækina út í bæ. Nei, sko það har svolítið verið talað að það séu mikli peningar þegar þú leggir saman nefskatt og auglýsingar og setur 10 milljarðar og þegar menn sko litlir fjölmiðlar eru að berjast upp hverja krónu þá finnst þeim stundum eins og
þegar þú hefur aðgengi að svona miklu fé þá íti það undir að starfsfólki verði værukært og það þurfi ekki að vera á tánum, það þurfi ekki að hlaupa. Afnotagjaldi að þetta kosta þá var Ríkisútvarpið svolítið svona neitt til þess að mæta notendum sínum. Já. Núna bara borga allir sinn skatt og ekki mikil tenging einhvern veginn þarna á milli. Nei. En þetta er dálítið stór spurning hvort að það myndi breyta einhver að setja þetta á bein fjárlög eða bara ákveðið framlag. Það yrði náttúrulega, myndi þýða náttúrulega alveg gríðarlega Ríkisútvarpið yrði rosalega háð meirihluta á þingi hvert eitt sinn. Já. Og ég held að það sé ekki gott. Nei. Og ég held að það þurfi að hafa þetta til langs tíma, fjármögnun sé bara alveg á hreinu til langs tíma. Og ég held að það fyrirkomulag sem núna sé fyrirkomulag sem við eigum að halda í svona í megindráttum. Ok, þú varst aðeins að minnast á einkamiðlana og það ríkir ákveðin stöðnun þar líka, Já. segirðu. Já, mér finnst bara, það eru gerða mikla kröfur til Ríkisútvarpsins og það er sjálfsagt og eðlilegt og það eiga menn að gera og á fólk að gera. En maður heyrir mjög sjaldan umræðu einkamiðlana hvað þetta varðar. Já. Eru útvarpsstöðvar sínar, eru þær góðar? Hafa þær þróast með tímanum og svo framvegis? Sko, er bylgjan í dag, hún svona, þú veist, uppfyllir hún væntingar þeirra sem að stofnuðu á sínu tíma? Eða hún bara eins? Já. Og ég vil nú ekki móðga neitt sko af óþörfu, en mér finnst þetta að vera stöðnun. Já. Og mér þykir þetta heldur svona rislítið útvarp að stórum hluta. Já. Með heiðarlegum og góðum undantekningum. Já. Það eru fínir spjallþættir á Bylgjunni og eins og náttúrulega á Ríkisútvarpinu að sjálfsögðu. Og mér megi ekki taka því illa þegar maður sko vill aðeins fá svona umræðu hvert er stefnt. Nei. Það er nefnilega ekki nóg að stjórnvöld svipti Ríkisútvarpið tekjum sínum. En það verði enga kröfu gerða til einkamiðlana. Já. Ráðstöfun kannski mögulega einhverja fjármuni sem þeir fengju í staðinn. Ég er mjög óvissum að þessi einkamiðlar fengju mikla auglýsingatekjur þó að þeir skoriði hjá Ríkisútvarpinu. Og það er náttúrulega það sorglega sko. Að þetta færi bara til útlanda. En ég gerir ráð fyrir að þeir finnur að fá eitthvað meira. Já, hlýtur að vera. Hlýtur að vera. Og hvað á þá að gera fyrir þá peninga? Á þeirra á Bylgjan sem held ég hefur skilað ágætri afkomu ein og sér. Af því að þetta er bara öflug og gömul stöð með svona mikla hefðir og þú veist, hljómar í öllum stórmörkuðum og leigubílum og hvar það er. Á að gera kröfur að þessi stöð, þetta almannaútvarp, geri eitthvað meira. Heldur hún geri í dag. Og ef þú spurðir hvað ég myndi gera ef ég væri ráðamaður sem ég verði ekki, þá myndi ég segja, þið verða að gera betur. Þannig að stöðnarvandi Rásar 2 og svona minna hlutverk í dag, við getum líka heimfært þetta yfir á einkamarkað. Já, alveg. Það er alveg ljóst í mínum huga. En hins vegar er kannski þetta allt saman bara merki almenna hnignun og deyfð í fjölmiðlun á Íslandi á þessum fjölþjóðlegu miðlunar tímum. Af því að það vantar bara alla stefnu. Já. Ræðum aðeins hnignun blaðamennskunar. Að nú er sko það viðburður eftir einhverja 10 daga tengslanetið, félag almannatengla boða til viðburðar siðferði í almannatengslum 29. október. Og viðburður fer fram í húsakynnum Blaðamannafélags Íslands. Og það segir í texta frá Blaðamannafélaginu, tengslanetið er ný deild innan BI, Blaðamannafélags Íslands, og er ætlað að vera faglegur vettvangur fólk sem starfaði hverskins miðlun, upplýsingagjöf og samskipti og einnig vinna fræðslumálum tengdum faginu. Og allir velkomnir.
það eru nú allmargir blaðamenn búin að gera athugasemd við það að þetta tvennt eiginlega stangist á. Já. Og því ætti þá almannatenglar að eiga hús og vistarveru inn í blaðamannafélaginu þótt þau rök hafi komið fram að þeir borgi félagsgjöld sem séu félaginu mikilvæg. Þarna nú eiginlega svona augljóst að það ekki félagsgjöldin sem að skipta mestu máli heldur blaðamennskan. Já, ég ekki félagi í blaðamannafélaginu. Nei. Bara taka það fram strax og ég hef aldrei verið það. Okay. Ég var hins vegar í félagi fréttamanna sem núna runnið inn í blaðamannafélagið er orðið að blaðamannafélaginu. Og ég gerir ráð fyrir að starfsmenn Ríkisútvarpsins séu nú ansi stór hópur starfandi blaðamanna í blaðamannafélaginu. Já, væntanlega. Og mér sárnar auðvitað sem gömlum fréttamanni og fréttastjóra að félagi mínir gamlir fréttamenn á Ríkisútvarpinu séu í sama félagi og almannatenglar. Já. Sem er bara fráleit ráðstöfun á öllu leyti. Þetta er bara svo olíu og vatn. Svo olíu og vatn. Þetta eru algjörlega gagnstæðir kraftar sem eiga ekkert heima í sama fagfélagin og hafa aldrei átt heima þar. Þetta er gömul umræða og þeir náttúrulega voru bara fullgildir félagar í blaðamannafélaginu, þannig þetta er talið eitthvað framfaraskref að hafa þá í sér deild ef ég skil þetta rétt. Og þetta þótti bara við hæfi einhvern veginn að í gamla blaðamannafélaginu að menn sem höfðu verið blaðamenn gerðu síðan almannatenglar þeir eru bara áfram blaðamenn af því það er svolítið smart og kannski virðulegra jafnvel að vera blaðamaður heldur en almannatengill eða hvað og halda í númeri sitt í félagsnúmeri sitt og svona alls konar svona tildur og mér þótt þetta á sínu tíma og það voru umræður þetta í gamla daga eitthvað og mér þótt þetta bara vandræðalegt fyrir blaðamannafélagið. Já. Og þá benda menn á önnur lönd og setja sér líka svona í Danmörku eða líka svona í Noregi og svo framvegis. Já. Eitthvað er búin að greina það í sundun eins og verið að gera hér. Í Svíþjóð gildir svo regla að fólk sem hefur full laun af almannatengslum, PR-mennsku, er ekki í blaðamannafélaginu sænska. Nei. Og þannig ætti það auðvitað að vera hér. Látum vera kannski ef menn eru einhvers konar hlutastörfum frílans eitthvað. Já. Það getur vel verið að það sé að ræða það. Já. En þetta náttúrulega passar bara engan veginn saman. Sko, er þá næsta skrifið að auglýsingatextasmiðir fái aðild að rithöfundasambandinu? Einmitt. Ég spyr. Það er ágætur samanburður. Ég ætla að taka það fram að ég bauð hérna fulltrúum blaðamannafélagsins til þess að ræða þetta með okkur. Þar á bæ voru menn uppteknir, sögðust ekki geta komið í þessa umræðu. Ég ræddi líka við almannatengla aðeins þetta og einn almannatengill sem ekki vill láta nafnsins getið, hún segir að stóru tíðindin í íslensku samfélagi séu þau að texti sem hún hafi sendt fjölmiðlum, fréttadeildum fyrir 20 árum og hafi verið rýndur í drasl, allt skorið úr húnuna með einhver kjarni, einhverjur upplýsingar og síðan hafi fjölmiðlinn flutt frétt það með sjálfstæðum efnistökum því að við skulum ekki gleyma því að almannatenglar vinna við sérhagsmuni en blaðamenn vinna við almannahagsmuni. Þannig og það er mjög mikil munur á þessu tvennu. Að svona hafa þetta verið fyrir 20 árum að almannatenglar veldi þeirra hafi ekki verið orðið það mikið þá að þeir máttu bara takka fyrir að upplýsingarnar yrðu reytar fram í einhverri mynd en alltaf með sjálfstæðum hætti út frá almannahagsmuna sjónarhorninu en ekki sérhagsmuna segjum bara kók sendir þér hérna með búið til nýjan drykk og hann á eftir að verða brjálæðislega hérna vinsæll eða eitthvað og að munurinn á auglýsingu og frétt getur verið mjög óljós en sem sagt núna er staðan orðin sú að almannatenglar senda blaðamönnum á viðurkenndu fjölmiðlum, vefmiðlum og svona frétt með fyrirsögn, inngangi, meginmáli og það kemur oftar fyrir að fréttin er birt óbreytt með sömu fyrirsögn og almannatengillinn sendi blaðamönnum. Þetta er algjörlega ótækt
En þetta skýringin á því virðismanni meðal margra almannatengla og réttlætingin fyrir því að þeir séu í blaðamannafélaginu. Að þetta sé bara snúst bara þannig að skrifa texta og miðla upplýsingu til almennings og þeir séu nú bara í þessu hlutverki. Þannig náttúrulega á baki gríðarlegur miskilningur. Og þessu drepa menn bara á dreif að við nenni ekki að ræða þetta í grunninn. Og ef að Norðurlandaþjóðirnar stærri með miklu öflugri fjölmiðla geta leyft sér það að hafa einhverja deildir almannatengla innbyrðis hjá sér. Gott og vel, það ekki gott, en þeir kannski þola það. Hér eru fjölmiðlar á hverfanda hvili. Gjörsamlega að komnir á fótum fram, flestir. Nema Ríkisútvarpið kannski. Ok. Og menn eru útspýttir á einhverjum vöktum að skrifa einhverjar fréttir og svo fá þeir í fangið svona tilkynningar og láðin hver sem vill, þeir stytta sér leiðina, birta þetta. Og í staðin fyrir að stíga niður fæti og segja, heyrðu, við erum komin allt og langt í þessu. Við þurfum að rjúfa þessi tengsl. Við þurfum að efla faglega metnað. Við þurfum að efla og auka sjálfstæði blaðamannsins. Styrkja hann í starfi. Segja honum að birta ekki beint svona tilkynningar. Heldur vinna úr henni, stíðast við hana, þannig eru upplýsingar einhverja tengiliði og svo framvegis og vinna eigin frétt. Nei, þá stemt að því að má út þessi tengsl einhvern veginn. Réttlæta þetta hlutverk almannatenglana við upplýsingamiðlun með því að hafa þá undir sama þaki og blaðamenn. Þetta leiðin til að styrkja íslenska fjölmiðlun? Ég segi nei. Þetta það ekki og mun bara grafa undan blaðamennsku enn frekar. Ég held að átök ætti að vera innbyggð í störf blaðamanna, góðra blaðamanna, sjálfstæðra blaðamanna og almannatengla. Og mér finnst eins og það hafi verið þannig. Ég vil nú ekki hljóma eins og gamall og beiskur bitur kall sem að segir allt hafi verið betra í gamla daga. En ég man að það hefur líka verið nefnt hér að við lifum tíma núna þar sem almannatenglar eru sannlega miklu fleiri heldur en blaðamenn. Já, þetta er margþætt, Björn, þeir eru líka svona ráðgjafarstarf almennt með fyrirtækjum og svo framvegis, svona mjög nánir mörgum stjórnendum. Er svona ráðgjafarstofa. Ég þekki þetta sjálfur, ég hef unnið á svona stofu. Já, einmitt. Og aldrei hvarlaði að manni, þó ég notaði þá þekkingu sem ég hafði, það var ekki langur tími, þá notaði auðvitað maður þekkingu sem maður hafði, en það hvarlaði ekki að mér að gera kröfum að vera litið á mig sem blaðamann. Nei. Vegna þess að það er hlutverk blaðamanna að lýsa upp allt sviðið, lýsa upp sviðið. Það er hlutverk ráðgjafa, almannatengla, að beina kastljósinu á tiltekna punkta á sviðinu. Ekki heildarmyndina. Nei. Heldur draga athyglinna að tilteknum þáttum á sviðinu. Það ekkert að þessu. Nei. Ég ekkert að setja út á það að menn vinni þessa vinnu. Nei. En þetta bara annað starf. Þetta bara annað starf. Og þetta hjálpar mörgum fyrirtækjum að sjálfsögðu að skerpa sína frásögn, skerpa hvað þeir vilja koma á framfæri. En það ekki það með að fjölmiðlarnir þurfa að gleypa það blóðhrátt. Nei. Þeir eigi ekki að gera það. Nei. Við ætlumst til þess að fjölmiðlarnir séu fyrir ofan þetta, vinni úr þessu. Og það er mjög mikilvægt að við höldum því til haga og ágætt að við nýtum tækifæri hér til þess að vara við því að peningaöfl, að samsteypur fái meira vægi í blaðamennskunni, fái meira vægi í fréttum. Þú varst að nefndir það áðan að fjölmiðlun væri að færast á færri hendur í Skandinavíu. Það er stór hætta á því hér að fjölmiðlun verði hagsmunadrifnari en nokkru sinni, og þá er ég að tala um sérhagsmunadrifnari. Ég vil sjá bara öflugan einkamiðl rísa á Íslandi. Það sem að baki væru aðilar sem að hefðu áhuga á fjölmiðlun, hefðu áhuga á því og trú á því og það væri hægt að reka fjölmiðlun sem business. Áhuga og þekkingu. Og þekkingu. En ekki að það sé hliðargrein við það að vera með fjarskiptafyrirtæki eða eitthvað slíkt Nei. Eða stórútgerð. Nei. Heldur þetta væri eins og
eins og víða, það eru sterkir sjóðir eða einkaaðilar sem bara leggja fé í þetta sem að reka viðkomandi fjölmiðil og þá þarf að ná fram augljóslega mikil rekstrarhagræðingu og við erum örmarkaður og við náum ekki að gera þetta eins og Norðurlandaþjóðirnar að gera. Þú veist, það eru fjölmiðla veldi að kaupa staðarmiðla. Þeir ætla ekki að hnoða þann leir alveg í smáatriði og stjórna því hvernig þeir eru reknir út frá blaðamannslegu sjónarmiði eða blaðamennskuna sem stunduð heldur ná fram svona hagræðingu í þessum sameiginlegu rekstraþáttum sem geta svona varða bókhald og rekstur. Og nýtingu á alls konar sameiginlegum myndaböngum eða frétta veitum og svo framvegis. En hér þetta meiri vandi og maður sér ekki alveg hvað kemur út úr þessari deiglu. Kannski vill mogginn eignast fjölmiðlahluta sínar. Verður það samþykkt, það heppilegt og svo framvegis. Að stórútgerðin eigi 2 stærstu einkareknu fjölmiðlana á Íslandi. Já, ekki framkvæmdastjóri samtaka þeirra, hann ekki einn af eigendum sínar? Jú, en sko nógu slæmt enn og ástandið finnst mörgum fyrir, þannig að það fær ekki versna í þess átt. Nei, sko. En sko hverjir hafa áhuga á að reka fjölmiðla? Þeir sem að vilja koma einhverju erindi á framfæri. Já, og það hefur svo sem alltaf verið kannski, en hins vegar sko ættu að leggja baki kannski bara svona víðtækari svona sýn á það hvert maður vill að samfélagið þróist. Það geta verið einhver borgaraleg sjónarmið eða öfugt, það geta verið einhver stéttarsjónarmið eða hvað það er og síðan lætur þú fagmenn að stýra viðkomandi í fjölmiðli. Ég heldur að tala um hugsjón. Jú, ég held að sko baki Morgunblaðinu á sínum tíma voru náttúrulega, það voru áhrifafólk í Sjálfstæðisflokknum en það var sko fyrst og fremst kannski fólk sem var umhugað að hér starfaði dagblað, borgaralegt dagblað og stóð með því lengi gegnum alls konar öldusjói og Vísir var stofnaður af ef ég man þetta rétt, kaupmönnum í Reykjavík sem vildu að sjónarmið sín kæmu fram verslunarfrelsi og borgarlega sjónarmið ýmis konar. Þetta voru stéttastjórnmál í landinu og við hliðina á þessum störfuður blöð sem voru mjög flokkstengd og svo framvegis. Alþýðuflokknum og Framsóknarflokknum og þú þekkir þessa sögu, sósíalistum. Og svo fara flokksblöðin og við tekur bara mikil óvissa og rekstrargrundvöldurinn ákaflega veikur og það þarf augljóslega eitthvað framlag ríkisins til þess að styðja við þetta. Og það mikill vandi að útluta þeim fjármunum og menn verða að hafa dálítið góða sýn og mjög mótað sýn hvert menn vilja fara til langs tíma í þeim efnum. Og mér finnst að það í fyrst og fremst að snúast að styrkja fagfólk í að gera vel. Og fólk af öllu tagi, fólk sem hefur ólíka skoðanir að sjálfsögðu og ólík sjónarmið og svo framvegis. Við þurfum að auka góða umræðu í landinu. Já. Heyrðu það er búið að vera áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig. Við störfuðum í eina tíð saman á Ríkisútvarpinu og hafi margt breyst síðan þá, ekki allt til hins verra, en okkar kepli hér við Rauðaborðið svona frekar að standa fyrir gagnrýnu umræðu og gefa fólki tíma til þess og mér finnst þú að hafa nýtt þinn tíma vel. Gott að gaman að hitta þig og Ísur. Sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér við Rauðaborðið eftir andartak. Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.